Hingað komin Anna Hildur Hildibarðsdóttir, þetta var misskilningur hjá mér, það voru ekki auglýsingar, þetta bara svona stutt stef, eins og þetta Við erum að fara á allt aðra slóðir og þetta kannski svona dálítið bjartara yfir þessu því sem vorum að tala þetta áðan. Og það eru skapandi greinar og það var birt könnun núna í vikunni veltu skapandi greina, hvað sem sagt þær búa til fyrir þjóðarbúið og reyndar eru menn að stilla þessu upp svolítið á móti áliðnaði hans svona og svona. Ég skil nú ekki endilega að það þurfi að stilla því einhvern veginn upp sérstaklega saman, ég menn þetta lítur nú að geta kannski þrifist með hvort öðru. Já, það er nú ágætt að fá tækifæri til að ræða það aðeins. Við erum ekki að stilla þessu upp gegn einu, því að það kom fram, það er búið að gera rannsókn. Þetta í fyrsta skipti sem umfang skapandi greina á Íslandi mælt. Og það kom fram að skapandi greina velta 191 milljarði. Til þess að skynja hvað það þá var sett upp til dæmis veltir stóriðja þessu og til dæmis veltir landbúnaður einhverju öðru og sjávarútvegur eða fiskveiðar einhverju öðru. Og síðan bara sýnt, þetta þarna, þannig að þá hefur einhverja tilfinningu fyrir að þetta stórt. En hins vegar má alveg segja að þegar að menn tala að stóriðja, það þurfa að virkja mikið og það þurfa að vera mikla stóriðju, þá kannski koma svona niðurstöður að gagni í því að það fleira gott að gerast á Íslandi og það má gefa því gaum. Og þessar tölur nýtast fyrst og fremst sem tæki til þess núna að skoða frekar, erum við að gera rétt í hvernig við mentum fólk á Íslandi. CCP segir mig til dæmis að þeir hafi flutt inn 80 manns af því þá vantar fólk sem mentað í ákveðnum greinum til þess að koma í vinnu hjá sér. Við erum að tala atvinnuleysi hérna. Ef við ekki að skoða það og kannski flytja þá fjármuni til, þannig að við höfum þarna möguleika á betra stýritæki. En hverjar eru þessi skapandi greinar sem sagt? Þetta eru kvikmyndir, tónlist, leikjageirinn, bókmyndirnar, hönnunin, allir þessir sem að vinna í menningu, skilgreiningin á þess að ensku Cultural and Creative Industries. Þannig að þetta dálítið víðfeðmur geiri. Það verið að taka mörg störf þarna og setja saman í eitt flokk. En þetta líka það sem viðgengst í nágrannalöndunum og við erum í fyrsta skipti að fá samanburð að hæfa tölur við nágrannalöndunum. Og þetta reiknað svona út þar líka? Þetta reiknað svona út. Þetta UNESCO rammi sem verið að reikna þetta út eftir. Og þetta svona viðteki og Bretar til dæmis hafa verið að gera þetta í dálítinn tíma. Þeir komist að í 98 að tónlistarhúðnaðurinn væri önnur stærstu útflutningsgrein þeirra held ég eitthvað svoleiðis og þeir til dæmis David Cameron sagði í fyrstu ræðu sinni sem forsætisráðherra í Bretlandi núna í vor að þessar greinar skiptu sköpum í því að byggja fjölbreytt atvinnulíf og skoða verðmætasköpun út frá því. Og þetta líka oft talað hver verður verðmætasköpun á opinberu fé sem sett í að búa til störf. Það náttúrulega umdeilt í varðandi þessar skapandi greinar. Það náttúrulega peningandi sjóðirnir sem eru notaðir í tónlist, opinbert fé sem veit í það í bókmyndir og svoleiðis. Algjörlega og þess vegna það að við erum að tala líka að af því það ekki tilviljun að það verður svona frjósami jarðvegur á Íslandi. Við erum að tala í þessum tölum að þá eru 165 milljarðar sem í einkageiranum og þetta bara virðisaukaskattskyld velta sem þarna. Þetta ekki það sem undanþegið virðisaukaskatti sem eru tónleikamiðar og myndlist og eitthvað fleira. Og það skiptir auðvitað máli að af því að það veitt í þetta hérna á Íslandi, en það kannski búið að vera giskað dálítið mikið, við höfum ekki gert það með mjög skipulegum hætti, að þess vegna hérna frjór jarðvegur til þess að byggja einkafyrirtæki sem geta velt miklu. En þetta sem sagt, hvað þetta sem segir miklu peningar sem að menn að tala að þetta sé? Við erum að tala að velta sé 191 milljarður og af því eru 13% sem velta í gegnum ríki og sveitafélög. En þarna erum við að tala líka listnám og allt sem að tengist því, alla menningarstofnunir sem eru reknar. Á þessum grunni sem voðalega lítill hluti síðan stóra súlan sem einkageirinn. Og þar búið að vera, leikjageirinn byrjaði hérna fyrir 10 árum. Það eru 600 störf í hann núna og þeir eru að flytja fólk að þeir finna ekki fólk hérna því við erum ekki búin að stýra námi rétt til dæmis. Skólakerfið ekki að framleiða rétt af fólkið inn í þessa greina núna. Og hvað allt í allt mikið af fólk sem starfar í þessu? Þetta eru tæplega 10.000 manns og við verum átt okkur á þetta líka, það búið að verða bylting í stafræna byltingin
bylting í atvinnuháttum og neysluvenjum fólks og við verðum að svara því og þetta er flest við netið mest allan sólarhringinn. Já, og nú erum við bara að stimpla okkur inn og segja við erum ekki að borða lambakjöt allan sólarhringinn, við erum að borða sittum við netið. Akkurat, og þetta hafa menn líka sagt í nágrannalöndum, það þarf að taka tillit til þess að þetta er stór geiri, lætur verulega að sér kveða í atvinnuuppbyggingu og þetta er líka framtíðin. Hingað til hafa þeir sem eru stefnumótandi í samfélögum verið uppteknari af hefðbundnari atvinnuvegum. Við erum ekki að gera lítið úr þeim, við erum bara að segja við erum að stimpla okkur inn og segja við erum líka stór og við viljum taka þátt í þessu. Já, en það er náttúrulega svo, á Íslandi er þetta náttúrulega að því að við erum svona lítið land út í ballarhafi, þá er alltaf spurningin útflutningstekjur af þessu. Við getum verið með skona velti í hagkerfinu, en við þurfum alltaf að afla okkur erlendra tekna líka. Einhverju, af því ég kem úr tónlistargeiranum, einhverju hefur sagt mér að vörumerkja sérfræðingur erlendis hafi sagt að Björk var í stærra vörumerkin Ísland sjálft. Ég held að til dæmis fjölgun í ferðamennsku og slíku hafi auðvitað með það að gera. Ísland hefur verið stimplað á kortið fyrir sína svona útrás í menningargeiranum og þar getum við talið Björk og Sigurrós og Emilíen og alla þá og svo getum við núna talið CCP og Vesturport og Nikita og Krón og Farmers Market, Andrið, Indriðason, Arnaldur og Issa. Og þú telur nú það tískumerkin með og þetta er fólk sem er að velta og selja milljónir eintaka og fólk eins og Sigurrós er að spila fyrir hundruði þúsunda í hverjum túr sem þið fara. Þetta er fólk sem skapar atvinnu. Ég held að Björk taki cirka 20 Íslendinga með sér á túr og það eru 2 ára túrar, þessir heimstúrar sem þið fara. Þetta er auðvitað atvinnu skapandi verkefni. Við vorum að tala Iceland Airways daginn, þar koma 2000 útlendingar með 300–400–500 milljónir inn í landið af nýjum erlendum peningum. Þetta er það næsta sem við þurfum að mæla. Hversu mikla gjaldeyristekjur verða til? En ég veit, ég hafði eftir Hilmar Veigar leyfði mér að vitna í sig að Seðlabankinn hringir stundum í hana því þetta er ekkert mælt inn í þessu hefðbundna kerfi sem við erum með. Og kerfið okkar eins og það er núna, það þarf einfaldlega að aðlaga sig að þeirri staðreynd að það er búið að draga nýjan atvinnuveg fram í dagsljósið sem heitir skapandi greinar og hann veltir mjög stórum fjármunum og það eru sóknarfæri í honum. Þarna eru kannski endalaus sóknarfæri. Við getum sótt fram á þessu sviði frekar. Algjörlega, þarna er verið að tala hugverk og hugarorku og hún er endalaus. Ólíkt því sem er með aðra orku kannski. Anna Hildur, þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Við ætlum að fjalla aðeins stjórnlagaþingið og svo meðal annars bækur sem að tengjast pólitík og er að koma út jólin og kannski nefnum við líka hérna merkilegu Wikileaks pósta.